Já, 5 fyrirsætnir, gott fólk. Það nóg að vera á miðlunum. Ég tók þetta samt helst saman bara fréttir af Vísi og MBL, held ég, sem eru svona þeir miðlar á Íslandi sem að fjölda framlega mest fréttir í dag. En Vísi.is sagði okkur frá því að það sé hægri öfgaflokkur sem að mælist stærstur í Þýskalandi. Öfgahægri flokkur mælist stærstur í Þýskalandi. Kjartan Kjartansson skrifar að sjálfsögðu. Þarna verið að tala flokkin Alternative for Deutschland, ADF, sem var næst stærsti flokkurinn í kosningunum daginn, en hefur núna mælst í skoðanakönnunum sem stærsti flokkurinn. Almenningur er búin að átta sig á því að þeir skutu sig í fótinn með að gef ekki Alternative for Deutschland atkvæði sín, eða þeir sem að það ekki gerðu, því að þeir voru síðan útilokaðir þrátt fyrir að vera næst stærsti flokkurinn, að þá var samstaða á meðal þingsins það að útiloka AfD, sem undarleg lenska evróskra og vestrænna stjórnmála og byggð á því einhvern veginn að það er konsensus í Þýskalandi að aldrei með endurtaka helförina og Third Reich, heimsstyrjöldina síðari og allt það, sem svo galið einhvern veginn að hér eru við með flokk sem að samkvæmt skilgreiningu ekkert annað en íhaldsamur konservativ borgaralegur flokkur. Og hann með nokkuð stranga stefnu í útlendingamálum sem að ekki þó einsdæmi og ekki bara hægri flokkar sem eru með það í raun og veru. Við erum búin að sjá sósíaldemókrata í Danmörku meira að segja að taka upp nokkuð stranga löggjöf í útlendingamálum og stefnu. Þeir eru þó seint kallaðir hægri öfgaflokkur. Rétt rúmur fjórðungur svaranda í nýrri skoðanakönnun Þýskalandi sagðist kjósa öfgahægri flokkin valkost fyrir Þýskaland, fleiri en nokkurn annan stjórnmálaflokk. Og ég ætla að gefa blaðamanninu það að hann sé að þýða þetta upp úr erlendum miðlum þar sem talað extreme right party eða eitthvað svoleiðis, en hann sé ekki að ákveða það fyrir sjálfan sig, þó að Kjartan Kjartansson, þessi ágæti blaðamaður, væri nú alveg líklegur til þess samt. En það einhvern veginn, mér finnst, ég hef ágjörð því að fjölmiðlar séu einmitt eins og vorum að tala um áðan, þeir vilja hafa vit fyrir fólki til þess að það verði ekki einhver æsingur. Þeir vilja ekki endilega greina frá þjóðerni þegar það sem sagt fréttir glæpi og svo framvegis, þá er skauta hjá því að vera tiltaka þjóðernið eða þessi útlendingur og svona, því að það verið að hafa vit fyrir lesendum og passa upp á að þeir æsi sig ekki. Og ég held að þetta sé farið að skjóta sig í fótinn, með því að vera stöðugt að klifa á að einhver sé öfgahægri flokkur þegar hann bara íhaldsamur konservatív flokkur, þá eru lesendur eiginlega þeir eru konum með nóg, þeir eru fannir að sjá í gegnum þetta. Já, hún ekki lesbísk og með dökkri konu? Já, hún lesbísk og með dökkri konu frá Sri Lanka. Já, Sri Lanka, já. Og það það rosa öfgahægri líkt við því, Já, það rosa öfgahægri alveg. Og flokkurinn það búið að vera að reyna að banna þennan flokk í Þýskalandi, en það ekki hægt af því að hann í raun og veru ekki öfgaflokkur. Það var leyniþjónustan að skilgreina sem öfgaflokk til þess að geta njósnað hann, og það var allt, þeir voru reknir út í hotn með það. Leyniþjónustan sem vinnur fyrir öfga vinstri flokkin sem stjórnar hana. Já, akkurat. Það veist. Og jú, maður sér það líka bara í kommentarkerfinu á Vísi, að lesendur, Vísir geldur bara fyrir þetta. Þetta allt svona. Þið ekki að vera þreytt á þessu lega kjaftaði Vísir. Þessi flokkur með formann sem kona, lesbía, gift innflytjenda frá Sri Lanka og börn með henni. Hvaða stjórni þetta eiginlega hjá okkur? Og annar sem spyr, akkur uppnefniði á Vísi aldrei öfga vinstri flokkan? Já, nákvæmlega. Akkur aldrei öfga vinstri flokkur þegar þeir gætu alveg eins verið kallaði það með þessar skilgreiningar? Ég heiti bara að meina, ímyndað að við værum bara alltaf þegar kæmi fréttir sósíalistaflokkinn heima. Já. Eða Gunnar Smára, það var alltaf tekið fram öfga vinstri flokkur eða öfga vinstri maður, alltaf bara. Það væri, miðað við, ef þetta þykir gott og blessað, þá væri alveg gott og blessað að kalla sósíalistaflokkinn alltaf öfga vinstri. Já, eða Pírata, skilurðu. Já, sjálfsögðu. Dapurlegu miðill sem öfga sín samsteypanir í vóku rugli sínu, skrifar einn þjóðhættulegu og dreifir eitraðir í sínum samfélagið, vinnur að því að lama borgarlegu öfl og vestræna siðmenningu.
Þetta eru lesendur vísis sem að þetta er annars sem skrifa, þetta er ekki öfga hæruflokkur, þeir eru að reyna að banna hann hér, þetta er eitthvað sem hann skrifar á Þýskalandi, en gengur ekki því að hann er ekki ekstrím, hann er með stefnusgrá eins og CDU áður en að Merkel kom og snéru honum til vinstri og hér er annars að spyrja, eru þá öfga vinstirflokkarnir og öfga glóbalistaflokkarnir að tapa fylgi? Það er kannski þessi öfga innflytjendastefna sem er ástæðan og kannski þessi öfga réttrúnaða stefna. Já, ég meina, þetta er svo furðulegt að skelli bara öfga fyrir fram að þá er það eitthvað hræðilegt, skilur en svo eru til dæmis öfga vinstriflokkarnir eru ekkert skárri eða öfga, þú veist, eins og bara öfgar einmitt tóku bara þannig að Proudly, skilur, öfgar og það var bara geðveikt hjá þeim, skilur þeir vilja bara hampa mjög og aldrei fjallað það sem neitt öfgaafl í raun og veru bara... og þeir eru núna að svona, þú veist, að reyna að láta þetta fornafn stikka á miðflokkin það er verið að gera það að maður tekur eftir í systematically, þeir eru bara að vinna í því það er augljóst svona, þú veist, alþingismenn úr hinni flokknum er að tala eða skrifa pistla eða eitthvað sem eru flokksbundin hinni menn byrja alltaf í að þeir séu að daðra við fasisma, þeir séu þú veist, þannig geta bara sagt, þetta er öfgaflokkur og sjá, sko, og þá er sem sagt, ef þetta er öfgaflokkur allt hundar fyrir Ísland, þá erum við að tala að yfir fjórðungur þjóðarinnar, var þetta ekki 26% séu sem sagt öfga hægrimenn sem að velja flokkur og kosningum þetta náttúrulega tekur einhver tali hefur algjörlega galið. Þetta er sama með Bandaríkin bara þegar þú veist þeir eru að segja að þetta séu fasista þú veist þeir eru að segja bara helmingurinn af kjósandum í Bandaríkunum séu bara fasistar man bara, já, ok og svo eru þeir hissa á að fylgið er að hrapi og hér segir einmitt sko í texta Kjartans Blaðamanns öfgaflokkurinn er nú þegar stærsti stjórnarandsstöðuflokkurinn á þýska þinginu eftir bestu kosningaúrslit í sögu sinni í vetur, þess að hann fekk 15 atkvæða. Engin þýskur öfga hægriflokkur hefur hlotið eins góða kosningu frá því að nasistaflokkur Adolf Hitlers fekk og yfir 3 atkvæða í síðustu frjálsu kosningum í Þýskalandi upp á 4. áratug síðustu aldar. Þannig að það er svona verið að skapa þessi hugrenningatengsl, en þetta sé bara ekkert annað heldur en nútíma nasistaflokkur og svo er talað að DF aðhylltist meðal annars harða stefnu í innflytjendamálum og auditar hans hafa meðal annars talað fjöldabrottvísanir á fólk á erlendum uppruna frá Þýskalandi. Já sko, þarna láta þeir að hljóma líka, fara ekki allar með söguna, það er bara eins og segja að vera að taka bara, þú veist, randomli í ykkur útlendinga og vísa þeim úr landi. Þú veist, bara, þessi er búin að vera henni 20 ára á börn og er virkur samfélag, við ætlum að vísa, það er ekkert verið að tala um það. Allt liðið frá Sri Lanka, við ætlum að henda því út og konunum minni líka. Þeir eru væntanlega að meina þeir sem eru þarna ólulega þeir sem eru búin að fremja glæpið þarna það er ekkert verið að tala um bara að þú ert með brúna húð og burt með þig enga veginn, það er bara sama og er upp á teinundum hjá fólki hér sem að ræðir þetta og í Bandaríkjunum og bara þessi öfgastefna, þessi öfgainnflytjendastefna sé bara búin að keyra þverbak og það þurfa að fara að leiðrétta þetta algjörlega, það er ekkert öfganeitt við það. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.